Keflavíkurkirkja hefur undanfarin ár ekki legið á liði sínu í öflugu tónlistarstarfi Reykjanesbæjar og ræðist nú í enn eitt metnaðarfullt verkefni á föstunni. Samkvæmt hefðinni það píslargangan sem umfjöllunarefnið en á nokkuð nýstárlegan hátt því nú standa yfir æfingar í kirkjunni á völdum lögum úr rockóperunni Jesus Christ Superstar. Að ræða messu sem flutt verður í Keflavíkurkirkju, safnaðarheimilinu í Sandgerði og í Grindavíkurkirkju í Dymbilviku af kór Keflavíkurkirkju ásamt hljómsveit og völdum söngvurum með væntanlegan Eurovision fara Eyþór Inga í fararbroddi. Stjórnandi verksins Arnór B. Vilbergsson organist í Keflavíkurkirkju en hann hefur einnig útsett tónlistina sérstaklega fyrir kórinn og hljómsveitina. Aðgangur öllum opinn en tekið verður á móti framlögum í orgelsjóð Keflavíkurkirkju. Við kíktum á æfingu á verkinu nú fyrir helgi og ræddum við nokkra sem koma að uppfærslunni. Þetta alveg rosalega stórt dæmi. Þetta stærsta uppfærsla sem í gangi núna á þessu svæði og þú víða að vera leitað. Þetta Jesus Christ Superstar, þessi söngleikur sem allir þekkja. Og þessi sýning verður engum öðrum sýningum lík. Þarna sem sagt lögin og söngleikum tekin, síðan sagan sögð þarna á milli. Og það má eiginlega segja að þessi frásögn sé færð í þennan sígilda búning Passíun sem margir kannski þekkja í gegnum verk Bach og fleiri, nema þarna við með alvöru suðurnesja stemningu með rockið en síðan kemur sagan þarna fram. Hvað kemur þú til sögunar? Ég kem ekki til sögunar í rockinu, ég kem til sögunar í sögunni. Og set saman litla textabút á milli og flyt þá hérna og síðan eru séra Sigurður Grétar á útskálum. Hann flytur þetta þegar þetta verður í Sandgerði og séra Elínborg Gísladóttir í Grindavík. Þessi dagskrá verður alveg mögnuð og eina sem hægt að segja það að það munu færri komast að en vilja. Hlustur á þetta, þá þetta náttúrulega yfirfullt af blásurum og strengjahljóðfærum og rosa útsetning hjá Webber, En við leysum þetta þannig að við erum náttúrulega með svo fínan kór að hann syngur alla þessa kafla, hann syngur blásarakaflan, hann syngur strengja stefin og setur, þetta semst alveg glænýjar útsetningar hvað varðar kórinn og hann í miklu stærra hlutverki núna heldur en við þekkjum, sem náttúrulega gaman fyrir okkur kór Keflavíkurkirkju að fá að gera. Þetta náttúrulega búið að vera mjög skemmtilegt frá upphafi og það hefur reynt mikið á fólkið að mæta á æfingarnar, það fyrir það fyrsta, en krafturinn í Arnóri, hann sá sem límir saman hópinn og það ekki að sjá að það sé stéttaskipting, aldursskipting, kynjaskipting, það skiptir ekki máli hvaða mál það fyrir öll tungumál og öll kyn og það engin eiginlega að segja kynslóðaskipti í kórnum, þetta mikil breidd.